Vanbúnaði við gefum varaformanni Sjálfstæðisflokksins, Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, orðið. Gerðu svo vel, Þórdís. Kæru vinir, takk. Tíminn líður og hann líður hratt. Þau tæplega 20 ár sem ég hef starfað í Sjálfstæðisflokknum hafa verið mjög fljót að líða. Kannski af því að þau hafa verið bæði viðburðarík og brjálæðislega skemmtileg, en kannski vegna þess að það er í eðli okkar mannfólksins að finnast tíminn vera ótrúlega fljótur að líða þegar maður lítur tilbaka. Ég lofaði sjálfri mér fyrir mörgum árum síðan að ég myndi beita mér sem áhrifamanneskja í flokknum í því að í forystu Sjálfstæðisflokksins væri pláss fyrir margar sterkar konur. Ég sá mig sannarlega fyrir mér sem formaður Sjálfstæðisflokksins, en við erum hér á þessum fundi að velja okkur nýjan formann, val á milli tveggja öflugra, ólíkra forystumanna, á milli tveggja kvenna. Og ég er stolt að hafa átt minn þátt í því að við erum loksins, eftir 95 ár, að kjósa konu sem formann Sjálfstæðisflokksins. Kæru vinir, ég kem ekki frá flokkspólitísku heimili eins og ég hef áður sagt frá, en ég ólst upp við sterk og skýr gildi. Mamma og pabbi, hvort á sinn hátt, hafa ekki skorast undan því að hafa fyrir hlutunum. Mamma hefur helgað starfsævi sína að sinna sjúkum. Sjúkraliðastarfið er krefjandi. Það þarf að taka vaktirnar hvort sem eru upplagður eða ekki. Það þarf að sinna öllum vel, hvort sem sjúklingar eru erfiðir eða þægilegir, til þess að hjálpa og styðja aðra, aldrei til þess að upphefja sjálfa sig. Heldur gera skyldu sína, þjóna öðrum, lina þjáningar, gera gagn. Pabbi er bifvélavirki. Hann byrjaði að vinna í járnblenduverksmiðjunni þegar hún opnaði, vann mikið og vann sig upp. Hann stofnaði svo eigið þjónustufyrirtæki upp úr aldamótum og það er áhætta og álag að bera ábyrgð á rekstri, sinna viðskiptavinum vel og bera ábyrgð á lífsafkomu fólksins sem maður hefur fengið í lið með sér. Ef maður vill njóta raunverulegs frelsis, þá getur maður einfaldlega ekki ætlast til þæginda, né að aðrir sjái það fyrir mann. Og ég hef líka lært margt af bræðrum mínum. Einn er sjúkraflutningamaður, annar er flugmaður og hinn er einhvers konar fjármálamógull. Allir glaðir, ótrúlega duglegir, greindir, útsjónasamir, hvetjandi, skemmtilegir og góðir við systur sína. Þeir eru vinir mínir og ég ber mikla virðingu fyrir þeim. Sonur minn var 8 mánaða þegar ég hóf störf fyrir Sjálfstæðisflokkinn, sem kosningastjóri og í framhaldinu sem framkvæmdastjóri þingflokksins. Hann verður 13 ára í sumar, stoltur af mömmu sinni og er hérna í salnum. Áhugasamari stjórnmálin en meðal kjósandi í landinu, spyr ótrúlegra spurninga samfélagið okkar og heiminn, vitsmunaveran sem hann er, elsku hjartakallinn minn. Dóttir mín verður 9 ára í haust og er hérna líka. Hún var 10 daga gömul þegar ég var kjörin alþingismaður. Hún var 11 vikna þegar ég var ráðherra, sendandi brjóstamjólk með ráðherrabílnum heim til þeirra feðgina. Hún þekkir ekkit annað, sjálfstæða hugrakkastelpan mín, sem er auðvitað glöð að fá meiri tíma með mömmu sinni. Þau eru hamingjusöm, þau eru örugg og búa í einu farsalasta samfélagi veraldar. Samfélagi sem Sjálfstæðisflokkurinn á svo mikinn þátt í að hafa búið til.
En mín helsta jarðtenging minn betri helmingur eiginmaður minn. Kletturinn úr Grindavík sem aldrei bregst, segir það sem hann hugsar, yfirvega þó, deilir ástríðu minni fyrir frelsinu og lætur ekkert koma sér úr jafnvægi. Þannig að það næstum því pirrandi. Víðlesinn og klár og stendur með konu sinni þótt hún sé hvorki sú auðveldasta né einfaldasta. Já, ég kannski örlítið væmin hérna að tala fjölskyldu mína, en þar sem að ég stend nú hér í síðasta skipti í þessu hlutverki, þá segi ég bara á góðri íslensku, þetta það sem ég langar að segja núna og deal with it. Þetta skiptir nefnilega allt máli, af því að það úr þessu umhverfi sem að lífsviðhorf mitt hefur mótast og það þetta umhverfi sem leiddi mig á þá hálubraut að taka þátt í stjórnmálastarfi fyrir tæplega 20 árum síðan. Ég vissi fyrir hvað ég stóð og það hefur ekkert breyst. Ástæðan fyrir því að ég fór að taka þátt í starfi Sjálfstæðisflokksins að hann endurspeglar best nákvæmlega þessi lífsviðhorf og gildi. Og þótt ég hafi engan þekkt í flokknum, þá fannst mér strax að ég væri þar á réttum stað og ég fann að ég var velkomin. Hér alls konar fólk og hér geta allir sem að vilja og leggja sig fram haft áhrif. Og ólíkt því sem andstæðingar flokksins vilja halda fram, að þá fá hér allir tækifæri. Hér fólk, sem tilheyrir fjölskyldum sem hafa átt þátt í starfi flokksins í margar kynslóðir. Og já, Sjálfstæðisflokkurinn þarf ekki að fara í felur með þá staðreynd að við hlustum eftir þörfum atvinnulífsins og skiljum mikilvægi verðmætasköpunar. Fyrst og fremst þetta sama safn af venjulegu og góðu fólki sem skilur og lifir í samræmi við þau sömu gildi og ég ólst upp við. Fólk hefur ákveðið að taka þátt í að móta samfélagi sitt, leggja góðum málefnum lið, vinna í þágu frelsisins. Fólk sem vill fá tækifæri, fólk sem vill gera gagn. Sjálfstæðisflokkurinn stendur á grunni sterkustu og mikilvægustu gilda fyrir manneskjuna sjálfa. Og þótt ég hef ekki alist upp í Sjálfstæðisflokknum, þá hef ég alltaf verið mjög sjálfstæð. Og fyrir mér skiptir frelsið öllu máli. Að vera frjáls til að hugsa, til að tjá mig, til þess að fara þangað sem ég vil, til þess að læra það sem ég vil, til þess að kynnast nýju fólki, til þess að móta mínar eigin skoðanir. Og til þess að vera óútreiknanleg, meira að segja til þess að vera skrítin nörd. Frelsið, raunverulegt frelsi, kjarninn í öllu því sem ég hef viljað standa fyrir sem stjórnmálamaður og sem manneskja. Sjálfstæðisflokkurinn verður fyrst og fremst að standa fyrir það markmið að gefa manneskjunni tækifæri til þess að ákveða að vera frjáls. Að hún njóti frelsis til að lifa sínu lífi til fullnustu, frelsi til að hugsa, gagnrýna, ráða sér sjálf og skapa. Frelsi til að nýta krafta sína, afla sér menntunar og stofna fyrirtæki. Frelsi til að leita réttar síns fyrir sjálfstæðum dómstólum. Frelsi til að komast af með aðstoð samfélagsins, sumar manneskjur meira en aðrar, því það gera sterk samfélag. Frelsi til að vera maður sjálfur. Og frelsið yndislegt, við syngjum það og við meinum það. Og ég verð ekkert oft reið, en þegar ég horfi upp á tilraunir til þess að kúga fólk, steypa það í sama mót, skipta sér af einkalífi þeirra, reyna að stjórna því hvað það hugsar, hvað það segir, eða vera með meiningar það hvern það elskar, þá brjálast ég innan í mér, eins og Svanhildur Hólm myndi segja. Þetta ekki svolítið það lím sem bindur okkur saman hér í þessum sal? Kannist þið ekki mörg við þessa tilfinningu? Það ekki þegar öll á botninn hvolft, ástin á frelsinu og óbeit á hvers konar kúgun sem sameinar okkur hér? Vegna þess að það kjarninn. Frelsið kjarninn og allt annað útfærsluatriði. Kæru vinir, tíminn fljótur að líða. Ég stend hér í dag eftir að hafa haft stuðning ykkar til þess að gegna embætti varaformanns Sjálfstæðisflokksins í 7 ár. Fengi tækifæri til að gegna embættum utanríkisráðherra, fjármálaráðherra, dómsmálaráðherra, ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Mér hefur verið treyst til að hafa forystu í samfélaginu sem hafa gert okkur sterkari og ég hef aldrei farið fram á annað en að vera dæmd af verkum mínum og engu öðru. Ekkert af þessu hefði ég geta gert
án umboðs frá ykkur. Án traustsins, samvinnunnar og stuðningsins. Þannig að ég stend hér og segi af öllu hjarta takk fyrir traustið. Og ég er stolt af því að hafa staðið vaktina í næstum 7 ár með Bjarna Benediktssyni í forystu flokksins. Hann hefur verið vinur, í gleði og í raun, skynsamur, yfirvegaður liðsmaður, alltaf léttur, stundum næstu því óþolandi alltaf léttur, útsjónasamur með stórt hjarta. Og varðandi tímann hafið þið tekið eftir því að hraði tímans er einhvern veginn ekki alltaf sá sami. Og kannski er þetta í fyrsta skipti sem vitnað er í Lenín úr þessari pontu. En þar sem ég er ekki að smala atkvæðum, að þá ætla ég að leyfa mér að gera það. Stundum líða áratugir þar sem ekkert gerist og svo eru vikur þar sem áratugir líða er haft eftir honum. Kæru sjálfstæðismenn, við gætum verið að lifa slíka tíma í heimssögunni og slíki tímar gera miklar kröfur til okkar sem gegnum ábyrgðarstöðum í samfélaginu. Allir sem vilja njóta frelsis þurfa að hafa fyrir því og allar þjóðir sem vilja vera fullvalda og sjálfstæðar þurfa að vanda sig. Þegar ég stóð í herbergi sona mín seint að kvöldi að undirbúa stuðning við bandamenn sem vildu senda gömul vopn til Úkraínu 2 sólarhringum eftir innrás Rússa, hugsaði ég að svona ætti tíminn ekki að fara með okkur. Ég upplifði strax og ég upplifði sterkt að uppvaxtarár og framtíð þeirrar kynslóðar yrði allt öðruvísi en minnar. Ég hét sjálfur mér því að ég myndi vanda mig, taka ábyrgð minni alvarlega og ég vissi að þessi nýji veruleiki myndi kalla á nýjar ákvarðanir og breytingar. Að það yrði áskorun að koma því til leiðar, jafnvel í flokknum okkar og í samfélaginu. Okkar til okkar sem höfum lært frá blautu barnsbeini að við séum svo langt frá heimsins vígaslóð. Og vonandi verður það þannig áfram. En þeir sem leyfa sér að láta von koma í veg fyrir varkárni eru að vanrækja skyldur sínar. Því kæru sjálfstæðismenn, tími alvörunar er runnin upp. Tími þegar leiðtogar þurfa að vera undirbúnir til þess að taka stórar ákvarðanir með hraði, en fljótfærni getur verið banvæn. Tími þegar við þurfum að gæta sjálfstæði okkar, en þurfum meira en nokkru sinni fyrr á samvinnu við aðra þjóðir að halda. Tími þar sem þörf er á meiri stjórnmálum og minna af pólitík. Tími þar sem við þurfum að hafa það algjörlega á hreinu, að frelsið og sjálfstæðið er meira virði heldur en allur heimsins auður. Og já, við gætum verið að upplifa tíma þar sem það skiptir máli að hafa þessa forgangsröðun á hreinu. Það getur þurft að fórna þægindum fyrir frelsið, af því að tími þægindana er liðinn. Og við gætum þurft að færa efnahagslegar fórnir fyrir frelsið. Það er raunveruleiki sem við verðum að vera tilbúin að skilja. En kæru vinir, óþægindi og fjárhagslegar fórnir kunna á komandi árum að verða algjörir smámunir í samhengi hlutana. Því forsenda frelsisins er blessaður friðurinn. Út alla Evrópu standa vinur okkar frammi fyrir miklu ískyggilegri valkostum. Og þá er ég ekki bara að tala hetjur sem verja Úkraínu, ekki bara vin okkar í Eystrasaltsríkjunum sem óttast kúgunavald Rússlands, heldur líka okkar allra nánustu vini og félaga og fjölskyldu í alþjóðasamfélaginu, Danmörk, Norðmenn, Svía og sérstaklega Finna. Spurningin sem fólk í þessum löndum þarf að spyrja sig snýst ekki fjárhagslegar fórnir eða þægindi. Hún er einföld en hrikaleg. Er ég tilbúin til þess að deyja, til að verja frelsi mitt, sjálfstæði þjóðarinnar og framtíð barnanna minna? Sem betur fer er afskaplega ólíklegt að við Íslendingar þurfum að standa frammi fyrir öðrum eins hörmungarkostum. Til þess erum við einfaldlega einhvern veginn of heppin. En það minnsta sem við getum gert er að sýna stuðning og virðingu í verki,
Því gleymum því ekki að bandamenn okkar hafa margir lofað að færa aðrar eins fórnir fyrir frelsi Íslands eins og sínar eigin þjóðir. Og kæru vinir, það á ekki að vera forgangsmál fyrir Ísland að reyna að sleppa billega ef til þess kemur að verja þurfi frelsi og frið í heiminum með hrikalegum fórnum. Þvert á móti eigum við að leggja okkur fram að vera verðugir bandamenn, góðir og traustir vinir og leita allra leiða til að styðja það sem er satt og rétt og gott í þessum heimi. Sjálfstæðisflokkurinn þarf meira en nokkru sinni fyrr að rísa undir því hlutverki að vera akkeri í íslenskum stjórnmálum og í íslensku samfélagi. Að taka hlutverk sitt alvarlega, að kunna fóta sig í ólgusjó, að skilja bæði samfélagi sitt og umheiminn. Að fara ekki á taugum, að halda sínu striki, veita forystu og falla ekki í þann pytt að festast í hverskins kreddum eða eltast við tímabundnar geðshræringar í vonum eitthvert stundarfylgi. Horfa á stóru myndina en tapa sér ekki í dægurþrasi. Nú er tími þar sem við þurfum að vita fyrir hvað við stöndum og í mínum huga er það alveg skýrt. Við stöndum fyrir frelsi og við stöndum með frelsinu. Því sá sem æskir frelsis þarf jú að sýna með gerðum sínum að hann eigi frelsið skilið. Við eigum bandalagsþjóðir í þeirri baráttu og við förum ekki í felur með það hvar við stöndum. Þvert á móti, við leitum allra leiða til að vera verðugir bandamenn og leggja okkar af mörkum. Við erum eyja en ekki eyland. Og eins og Bjarni Benediktsson eldri sagði fyrir rúmum 70 árum, þá er það beinlínis fásinna að láta sem svo að baráttan milli frelsis og kúgunar, lýðræðis og áþjánar komi okkur ekki við. Og kæru vinir, ég segi þetta með djúpri sorg í hjarta og ég vildi óska þess að ég þyrfti ekki að segja það. Núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum eru ekki málsvarar raunverulegs frelsis. Þau eru að leika sér að eldinum og eru jafnvel þegar farin að brenna niður mikilvæga þætti af þeirri heimsmynd sem er grundvöllur friðar og frelsis fyrir okkur, fyrir Evrópu og fyrir Bandaríkin sjálf. Ég hef trú á Bandaríkjunum og ég hef trú á Bandaríkjamönnum. En látið ekki blekkjast. Það sem er að gerast núna er ekki gott fyrir heiminn, það er ekki gott fyrir Evrópu og það er ekki gott fyrir Ísland. Og ekki gott fyrir Bandaríkin sjálf. Það mun vonandi ekki líða langur tími þar til Bandaríkin skipta kúrs, því þau stefna svo sannarlega í ranga átt. Og ég er handviss að sagan muni fara óblíðum höndum þau sem láta blekkjast að því sem er raunverulega að gerast og við horfum upp á. En kæru vinir, megi Ísland áfram búa við öryggi, frelsi og frið. Megi sjálfstæðismönnum bera gæfa til að standa fremstir í því að tryggja að svo megi verða og bregðast við af ábyrgð, alvöru, kjark og hugrekki ef á reynir. Megum við áfram vera raunverulega frjáls og halda áfram að njóta þeirrar einstöku gæfu að fá að búa í farsælu, öruggu og réttlátu samfélagi í þessu himneska landi sem við eigum öll saman. Takk fyrir og takk fyrir mig af öllu hjarta. I'm gonna send a bird, gonna drown